Já. Einar til hamingju, þetta langþráð takmark. Já, heldur betur og það eitthvað, ég veit ekki hvað, 2-3 ár síðan fórum einmitt í úrslitaleik á móti Val, alls ekki 3 ár síðan og töpuðum þar í hörkuleik og Val búinn að slá okkur nokkuð sem út úr úrslitakeppnunum og frábært lið og bara ótrúlega sterkt hjá okkur að vinna Val svona, veist, og þeir séu ekki búin að vera eitthvað frábæra undanfarið, það bara alltaf þeirra kemur að stórleikjunum, þá Valsmenn einhvern veginn alltaf tilbúin, við sáum það bara Bjögga einn dag sem var stórkostlegur, búinn að vera, hann er oft spilað betur, hann viti það sjálfur, en algjörlega, mér fannst hann svona á köflum haldaði minni leiknum einhver leiti, þannig að ég er hrikalega ánægður með þetta. Hvað fannst þér svona skilja liðina? Já, það bara, ég veit það ekki, kannski örlítið meiri breidd hjá okkur, við höfum aðeins meiri ferskar fætur. Það Maggi Óli, ég veit ekki hvort það meiddist eða var búinn á því í lokin og við erum bara með breidd heldur Valsmenn og það kannski svona skilur að þetta bara jafn leikur þetta bara ræðist á loka sekúndunum þannig að það nú ósköp lítið sem skilur að í þessu, það bara þannig. Já, en það þessi kafli sem að þið náið 2-3 mörkum í yfirtölu sem að náttúrulega munar talsvöldum. Já, við nýttum yfirtölun ágætlega, við reynda að brennum döðafæri til þess að fara með þetta upp í 2-3 eða hvað, 2 mann ekki alveg og í yfirtölunni, en við varst við ágættir yfirtölunni í dag, við höfum spilað betur en Valsmenn eru líka bara ógeðslega góðir í undirtölu og Bjöggi heitur í dag, þannig að þetta var bara drullu erfitt en hrikalega flott. Gott að fara í jólafríð með þetta? Já, við töluðum með hálfleik og fyrirleik og það bara stór munur að fara inn í jólafríði með sigur eða tap á bakinu og okkar markmið að vinna hana bikar og þá þurftum við að vinna henn dag og við erum bara á flottu róli og bara sem sagði við eftir síðasta deildarleikinn og það gaman að enda árið á þessu alveg klálega.